Frú forstjóri, góði gestir, góðan daginn og velkomin og gaman að sjá okkur svona mörg. Mér langar að bjóða okkur velkomin á ársfund Sjúkrahússins á Akureyri árið 2024. Þetta stór dagur hér á SAK þar sem við erum samankomin í fyrsta skipti í nýbyggðum tengingangi sjúkrahússins. Hér mun verða miðstöð vísinda, kennslustarfsemi, SAK, fundasalir og það sem mestu skiptir mikilvæg tenging milli eininga og aukið öryggi þegar kemur að bráðaflutningum innanhúss. Yfirskrift fundarins í ár við á SAK, mannauðsmálin í fyrirrúmi. Mannauður SAK mikill en hlúa þarf að honum stöðugt og standa vörð hann þar sem mannauðurinn grundvöllurinn fyrir því að veita góða og öfluga heilbrigðisþjónustu hér sem og annars staðar. Ég fékk þann heiður að vera fundarstjóri hér í dag og að vera fundarstjóri ekki auðvelt hlutverk, sérstaklega þegar metnaðarfull dagskrá, get ég ekki sýnt hann hérna. Einhver með svona, það hérna? Þarna. Þegar metnaðarfull dagskrá eins og sestir hérna hefur verið sett upp. Þarna eru fyrirlesarar sem keppast að segja sem mest og fyrstur til þess að ávarpa fundinn átti sem sagt að vera okkar ágæti ráðherra heilbrigðismála. En hann þekktur fyrir að hafa mikið fram að færa, talar jafnan af eldmóð og nota ósjaldan íþróttasamlíkingar og því taldi fundarstjóri við hæfi að hafa í fórum sínum svona litaspjöld sem honum væri vel kunnug og gefa viðvörun þegar eru 5 mínútur eftir og þegar ræðutíminn lokið. Þannig að þið sem eigið erindi hér í dag, þið gætuð átt von á að sjá spjöldin dregin upp ef mér farið að lítast á blikuna illa þar sem. En já, því miður þá var sem sagt seinkun á komu ráðherra og við ætlum að færa hann aðeins aftar í dagskrána, við vonum að hann skili sér hérna aðeins síðar í dag. En þetta var hins vegar til þess að ég þurfti að endurskrifa kynninguna korter í 2. Það bara eins og gerist. Í staðinn vindum við okkur sem sagt í dagskrárlið 2 en það ávarp forstjóra sem staðið hefur hérna í brúnni í bráðum 3 ár í ólgusjó og hefur hagsmuni SAK að leiðarljósi alla daga. Hún hins vegar þekkt fyrir grimma tímastjórnun og ég held að ég þurfi ekki að nota spjöldin á hana. Þannig að gjörðu svo vel, Hildigunnur Svavarsdóttir. Fundarstjóri, samstarfsfólk og aðrir góðu gestir og takk fyrir góða orð Helgi. Mér langar að byrja á því að bara biðjast afsökunar á rödd minni, þetta ekki ég eins og ég núna en ég vil bara segja að ég bara í dag afskaplega þakklátt fyrir heilbrigðisþjónustuna eins og svo sem alla aðra daga. Það sem var lausnað með starfsfólk bráðamóttökunnar gerði það verkum að ég get staðið hér uppi og sagt örfá orð. Hvernig ég verði í kvöld af meðferð morgundagsins verður bara komið ljós, meðferð morgunsins. En við skulum bara hefja og mér langar svona áður en ég byrja þá langar mér svolítið að bera upp kveðju frá landlækni og nokkrum þingmönnum Norðausturkjördæmis sem að sá sér ekki fært að vera með okkur hér í dag og gera það hér með. En ég býð ykkur hjartanlega velkomin á ársfund Sjúkrahússins á Akureyri og þar gefst sem sagt gott tækifæri til þess að líta um öxl og rýna í starfsemi liðins árs. Og ég tek undir orð fundarstjóra það að þessi dagur ennþá ánægjulegri í ljósi þess að nú sitjum við hér á þessum tengingangi. Og það ekki bara tímastjórnin mín sem hefur eiginlega skilað þessu heldur náttúrulega bara frábært teymi alla þeirra sem hér starfa sem að raun og veru gerðu það að verkum að hér sitjum við í dag og njótum þess að sitja í þessu bjarta og fallega umhverfi. Og fundarstjóri kom einmitt inn á þetta hvað þetta skiptir miklu máli varðandi samgangum milli tenginga og öryggi sérstaklega varðandi bráðakeisara. Og auk þess sem hann nefndi að þessi frábæra aðstæða sem hér byggð upp að þá náttúrulega skapast hér mikið og gott rými til viðbótar til þess að komast að umbótum í starfsumhverfi fyrir klíníska dag- og göngudeildarþjónustu annars staðar í húsinu þegar svona dóminókaupurinn fer af stað. Við höfum ekki ennþá búin að setja nafn á hana tengigang og ég kalli eftir hugmyndum frá ykkur og við eigum eftir líka að leita til okkar starfsmanna. Þannig ef við erum með einhverja brilljant hugmynd þá megi alveg koma því að framfylgja. Nú en við á SAK yfirskrift þessa ársfundar og það vel viðeigandi ljósi þess að fólki á SAK hjartað í starfseminni. Mönnun sérhæfðs starfsfólks mikil áskorun í heilbrigðiskerfinu en síðustu ár hefur borið meira á álagi, þreytu og veikindum með tilheyrandi skorti á starfsfólki. Mannekla hafði mikil áhrif á starfseminni okkar í fyrra, meðal annars með þeim afleiðingum að grípa þurfti til tímabundinna skerðinga á þjónustu í mismunandi sérgreinum. Ávallt þörf á því að hlúa vel að starfsfólkinu en sannarlega var þörfin enn meiri í fyrra og því þurfti að leita frekari leiða við að tryggja mönnun með hliðsjón af þeim verkefnum sem sjúkrahúsinu ætlaði að sinna. Því var meðal annars ákveðið að fara af stað með átaksverkefni
með fólki í fyrirrúmi og hét verkefnið Komdu í lið með okkur. Og við fáum meiri upplýsingar um það hér á eftir frá deildarstjóra mannesdeildar. En það klárlega markmið okkar á SAK sé sterk liðsheild meðal starfsfólks og það upplifi að hlúa sé að þeim svo stuðla megi að aukinni starfsánægju. Framkvæmdastjórn hefur því sett lóð á vogarskál vinnustaðamenningar og leggur áherslu á að vinna með heilbrigða stjórnun og styrkja samskipti milli stjórnenda og starfsfólks með auknu samtali og bættu upplýsingaflæði. Við leggjum áherslu á samskipti sem byggja á virðingu og vinsemd og viljum þannig stuðla að góðu vinnuumhverfi þar sem starfsfólki líður vel. Við teljum einnig að heilbrigð samskipti, skýrar boðleiðir og samvinna á vinnustað sé forsenda að góðum árangri hvað gæði og þjónustu varðar. Öll á vinnustaðnum bera ábyrgð á góðum samskiptum og enn mikilvægur að starfsfólk upplifi að það hafi rödd og fá tækifæri til að taka þátt eins og fram kemur í þessu verkefni. En það sem sagt, þetta verkefni okkar sem ég nefni hér varðandi fólkið okkar stöðugt í gangi en mig langar bara að ítreka þetta hérna á þessum fundi því við erum öll svo mikilvæg og svo við náum okkar markmiðum að verða eftirsóknarverður vinnustaður sem veitir faglega og góða heilbrigðisþjónustu. En þetta sem sagt við og SAK og hér sjáum við bara sýnishorn af okkar frábæra fólki sem vinnur hér á SAK. Þá förum við aðeins í þetta hérna. Já, nú en aukin starfsemi var á flestum starfseiningum á árinu og endurspeglast það í starfsemistölum okkar. En áhrifa gætti vegna lokunar á hjúkrunarheimili Hlíð vegna myglu í húsnæði. Sjúklingar og legudeildin SAK voru því lengur inniliggjandi þar sem þau höfðu engin önnur úrræði að fara og því miður þá sjáum við ekki fram að umbætur í þeim efnum alveg á næstunni. En staðan er mjög þung í dag og jafnvel verri en áður og þetta okkur mikið áhyggjuefni. Og ástæðan sem fram hefur komið aðallega aðstæður á hjúkrunarheimili Hlíð auk þess sem ég veit að skortur á starfsfólki í heimahjúkrun sem náttúrulega okkur mjög mikilvægt til þess að fólki komist heim. Starfsfólki okkar hefur hins vegar með þrautseigju og dugnaði tekist að vinna vel úr þessum erfiðu aðstæðum, haldið starfseminni gangandi og sinnt öllum þeim sjúklingum sem þurfa á þjónustu SAK að halda. En spurningin mín hversu lengi getur þetta gengið svona? Komum sjúkling á dagdeildir fjölgaði lítillega milli ára en hins vegar fækkaði koma á göngudeildir. Skurðaðgerðum fækkaði lítillega milli ára en skerða þurfti starfsemi á skurðstofu fyrstu mánuði ársins vegna manneklu. Við fórum í rúmlega 900 sjúkraflug sem metfjöldi og hlutfall sjúkraflugs með lækni borð hefur aukist og nú 49% í 49% fluga samanborið 45% árið áður og það alltaf meira og meiri vísbendingu það að það sé ótvírætt mikilvægi þess að hafa sérvaktarlínu læknis í sjúkraflugi. Almennur rannsóknar fækkaði 15% og það aðallega vegna þess að mun minna var að COVID-sýnum en áður en myndgreiningar voru hins vegar mun fleiri eða 8%. Legudagar voru líka fleiri en 4% aukning á milli ára og sjúklingafjöldin á sama skapi líka 3% aukning en meðallegutíminn var 4,6 dagar þannig að svona, allt svona, hvað ég að segja, umsvifin eru greinilega meiri. Fæðingum fækkaði hins vegar rúmlega 6% milli ára en fjöldi fæðinga var rúmlega 400 á árinu. Nú, menntun og þjálfun skipa stóran sess í starfi sjúkrahússins. Á árinu voru meðaltalið 15,7 nemar í heilbrigðisvísindum í hverri viku sem mun meira en verið hefur, auk fjölda sérnámsgrunnslækna og sérnámslækna. Og mikilvægi þátttöku SAK í framhaldsmenntun sérnámslækna hér á landi ótvírætt því að ungu fólki í okkar framtíð og mikilvægt að taka vel á móti þeim. Einnig þarf að tryggja góða og faglega endurmenntun þeirra sem hér starfa og því sambandi má nefna metnaðarfulla starfsemi Hermiseturs sjúkrahússins sem liði í að styrkja samvinnu og efla færni mismunandi heilbrigðisstétta og þjálfa starfsfólk til sérhæfðra starfa þar sem skortur á sérhæfðu heilbrigðisstarfsfólki og gefst kostur á aðeins að skoða það hér á eftir. Nú vísindin eiga líka að skipa stóran sess í starfi sjúkrahússins og við þurfum stöðugt að leggja fleiri lóð á vogarskálar vísinda til að ná upp í markmið í vísindastefnu sjúkrahússins og við höfum aðeins bætt í vísindasjóðun okkar sem vonandi virkar sig hvatning til vísindastarfa en betum á við dugaskál og við höldum ótrauð áfram þessa vegferð í eflingu vísindastarfs. Það að viðhalda gæðavottun stöðu áskorun en mikil lyftistöng á öllum sviðum starfseminnar. SAK hlaut fyrst DNV Healthcare vottun árið 2015 og ISO 9001 vottun árið 2019 og SAK ennþá eina íslenska heilbrigðisstofnun sem hefur slíkar vottanir. Úttekt var á vegum DNV í byrjun nóvember 2023
Við erum líka með upplýsingavottun á upplýsingatæknisviði. Það samkvæmt upplýsingaöryggisstaðli og við erum líka með jafnlaunavottun samkvæmt IST 85. Árlegar úttektir hafa gengið mjög vel, fáum nokkrar athugasemdir sem við lítum á sem tækifæri til úrbóta og við getum því verið mjög stolt og ánægð með þann árangur sem við höfum náð í okkar gæðavinnu og skiptir okkur miklu máli. Nú, bjart og falleg starfsumhverfi hefur góð áhrif á starfsfólki og það finnið örugglega þegar þið labbið inn eftir þessum bjarta og fallega gangi. Og hér við hliðina á okkur að finna sambærilega bjart og fallegt húsnæði, en langþráða markmiðið var náð þann 12. apríl á árinu þegar lyfjaþjónustan sem áður hét Sjúkrahúsapótek flutti aðalstarfsemi sína úr kjallara í þetta nýja rými hér á hæðinni. Og lyfjaþjónustan uppfyllir nú nútímakröfur um meðhöndlun og blöndun lyfja. Nú en áfram skal haldið við að bæta starfsumhverfi og aðstöðu sjúklinga. Eitt af stóru verkefnunum framundan að koma upp nýrri legudeildarbyggingu við sjúkrahúsið og mun 9.200 fermetra legudeildarbygging rísa sunnan við núverandi byggingar á árinu 2028 ef áætlanir ganga eftir. Við erum aðilar að ráðgjafarsamningi milli Nýja Landspítalans og sjúkrahússins til að tryggja faglega aðkomu okkar að verkefninu. Á árinu var ýmis undirbúningsvinna unnin með notendahópum auk þess sem auglýst var opið forval á hönnun og í framhaldi útboð á hönnun. Og hér á eftir ætlunin að skrifa undir samning vegna hönnunar nýrrar legudeildarbyggingar og vonustu til að ráðherra sé í loftinu núna. En þetta gríðarlega spennandi verkefni sem við hlökkum til að takast á við en það verður klárlega áskorun að horfa til framtíðar hvað rekstur og mönnun nýrrar bygginga varðar en við hræðumst ekki slíkar áskorunir eins og til okkur hafi sýnt í gegnum árin. Nú þann 1. september tók í gildi nýtt stjórnskipulag á sjúkrahúsinu og töluverðar breytingar urðu frá skipulagi sem hafi verið í gildi frá árinu 2012 en þá var starfsemi sjúkrahússins skipt upp í 3 klínísk svið, auk sviðs fjármála og reksturs. Í nýju stjórnskipulagi voru klínísku sviðin sameinuð í 1 svið klínískrar þjónustu. Framkvæmdastjórar lækninga og hjúkrunar fengu skýrara hlutverk sem leiðtogar faglegrar framþróunar. Klínísk stoðþjónusta og annar rekstur færðist undir nýtt svið rekstrar og klínískrar stoðþjónustu, auk þess sem verkefni starfsmannaþjónustu og skrifstofa forstjóra féllu undir nýtt mannauðssvið. Nýtt starf fjármálastjóra varð einnig til. Það hefur verið nokkuð krefjandi að útfæra stjórnskipulagið og efla samskipti við starfsfólk eins og ég kom að sinna áðan og þeirri vinnu engan veginn lokið. Við ætlum að halda áfram að vinna að útfærslunni með tilliti til ábyrgðar, verkefna og framlínustjórnunar og þess vænst að niðurstöðu þeirra vinnu liggi fyrir síðar á þessu ári. En árið 2023 var þungt með tilliti til fjárhagsstöðu sjúkrahússins og leit út fyrir að mikill rekstrarhalli myndi fylgja okkur inn í árið 2024. Framkvæmdastjórn í samvinnu við starfsfólk og stjórnendur var nöturlegu því að greina starfsemi sjúkrahússins og sýna fram á þörf til frekara fjármagns svo leiðrétta mætti vantarlega rekstrarhalla og tryggja aukið fjármagn inn í reksturinn. Sú vinna skilaði sig þannig að 200 milljónir króna fengust upp í rekstrarhalla auk þess sem fjármagn kom inn tengt umbunarpotti þjónustutengdrar fjármögnunar og öðrum verkefnum með þeim áhrifum að rekstrarhallinn endaði í 216 milljónir króna. Við þurfum að tryggja frekari fjárframlög til þess að styrkja rekstrargrunnin og við þurfum líka að horfa á heildarhagsmuni því niðurskurður á sjúkrahúsinu getur orsakað aukinn kostnað fyrir kerfið í heild sinni ef þjónusta flyst úr heimabyggð. Áfram verður að leita leiða til að ná hallarekstur stofnunina niður en á sama tíma mikilvægt að halda áfram efla þjónustuna við íbúa samfélagsins í takt við þarfir þeirra. Í gildi samningur þjónustutengda fjármögnun og sjúkrahúsinu ætlað að haga starfsemi eftir þeim samningi. Slíkt fyrirkomulag gefur okkur gott tækifæri til að sýna fram á umfang þeirra þjónustu sem veitt á sjúkrahúsinu og fá fjármögnun í samræmi við það. En fjármálastjóri mun fara aðeins betur yfir reksturinn hér á eftir. Nú, en velvilji og stuðningur við sjúkrahús ómetanlegur og endurspeglast bæði í ánægju með þjónustu samkvæmt þjónustukönnunum sem og í þeim gjöfum sem sjúkrahúsinu berast. Hollvinir sjúkrahússins og aðrir velunarar koma reglulega færandi hendi með allskyns tæki og búnað sem nýtast í þjónustunni. Og ég þakka öllum þeim sem hafa lagt okkur lið hollvinum sem á öðrum. Ykkar stuðningur sannarlega ómetanlegur. Það ljóst að það mikla starf sem unnið hér hefur styrkt sjúkrahúsið sem mikilvæg heilbrigðisstofnun í samfélaginu. En halda þarf áfram að standa vörð starfsemi sjúkrahússins með því að fylgja eftir þróun í hinum ýmsu sérgreinum. Það eru áfram áskoranir við að ná jafnvægi í mönnun sérhæfðra heilbrigðisstétta og sérstaklega í hinum ýmsum sérgreinum svo hægt sé að veita nauðsynlega þjónustu og fylgja eftir þeim markmiðum sem sett eru fram
í heilbrigðisstefnu stjórnvalda og lögum heilbrigðisþjónustu. Við fögnum sannarlega þeim áfanga sem náðst hefur og munum kappkosta við að gera enn betur á komandi misserum með öryggi og vellíðan starfsfólks og sjúklinga að leiðarljósi. Það er mjög margt sem að vel gert og við þurfum stöðugt að minna okkur á það. Og hérna eru bara svona nokkrar glærur það sem sýnir raunir hvað er margt jákvætt að gerast. Við viljum stundum týna okkur í því sem erfitt en þetta svona sýnir okkur svolítið bara hratt hvað er margt jákvætt í gangi. Þetta eru bara fréttabútar sem hafa farið í gegn á árinu 2023. En það er mikilvægt að nýta sóknarfærin til að tryggja nauðsynlega þjónustu hér í samfélaginu, en við þurfum líka að skilgreina betur hlutverk okkar sem sjúkrahús og varasjúkrahús Landspítala með tilliti til rétts fjármagns, því við teljum að Sjúkrahúsið á Akureyri hafi alla burði til að vera framsækin stofnun og í fararbroddi á sínu sviði öllum landsmönnum til góða. Nú ekki má gleyma öflugu starfsliði Sjúkrahússins á Akureyri en mestu skiptir að þar að ræða hóp af lausnarmiðuðu starfsfólki sem mætir alla daga til að sinna skjólstæðingum sínum. Við stefnum hátt, viljum efla Sjúkrahúsið á Akureyri og mæta á hverjum degi með stolti að leiðarljósi. Og að þessu sögðu þakka ég stjórnendum og starfsfólki Sjúkrahússins á Akureyri gott og gefandi samstarf og takk fyrir. Kæra þakkir Hildigunnur fyrir góða og greinagóða samantekt á árinu. Við ætluðum sem sagt næst að fara í dagskrárlið sem við þurfum að fá að færa hans aftar í dagskrána því að hann var háður okkar ágæta heilbrigðisráðherra, þannig að við tökum hann líklegast bara síðast. Þannig að við vindum okkur beint í það sem að er kallað skemmtilegasti dagskrárliðurinn á fundinum að sögn fjármálastjóra, en það er sem sagt yfirferð ársreikning í sak. Og ég ætla að segja ykkur, daginn þá var ég út á Kristnesi í heimsókn og þar var skápur, mjög áhugaverður skápur, læstur, stór peningaskápur innbyggður í vegg og það finnst ekki lykillinn. Þannig að ég er rosalega spenntur að vita hvað er í honum og ég er alltaf spenntur að heyra hvort að Bjartur er búinn að finna lykillinn. Það geti kannski verið eitthvað svona smá upp í vanfjármögnunina sem við stöndum fram fyrir. Hvað er fagnandi, Guðbjörtur Ellert Jónsson? Já. Fundarstjóri, forstjóri, góðir gestir. Ég ætla að byrja á því að upplýsa að ársreikningur ársins 2023 er örlítið frábrugðinn fyrri reikningum og felst aðallega í framsetningunni. Helgast af því að A-hlutastofnanir ríkisins hafa aðlagað sinn ársreikning að sjálfum ríkisreikningnum, þannig að það er blæbrigðamunur á milli þeirra. En á bakvið allar rekstur starfsemi og ég mun leitast við að leið og ég kynni helstu rekstratölur að tipla aðeins á þeim atriðum sem að skipta okkur máli. En í upphafi skal endinn skoða og þá langar mig að hlaupa aðeins yfir þessa liði sem að sýna svona þann rekstur sem að við erum með og fjárlögin eru þarna 10 milljarðar en við fáum viðbótarframlög eins og Hildigunnur kom inn á áðan sem að eru rétt 1570 milljónir. Þeir falla undir nokkra liði og eru ekki sjálfgefnir á milli ára. Geta verið meiri, geta verið minni og geta ekki verið neitt. Þannig að grunnreksturinn okkar er 10 milljarðar og þarna eru launabætur sem eru kjarasamningstengdar, þannig að eða leiðréttingar sem eiga sér stað á árinu. Fjáraukalög eru þarna inni 2,5 milljón og það sem kannski skiptir mestu máli eru millifærðir fjárlagaliðir og þar inni er þessi þjónustu tengda fjármögnun og gefur okkur örlítið þarna inn. Þarna eru til að mynda biðlistaátak, umbunapottur vegna góðra verka í framleiðslu og síðan er bakaðgerðir og axlaaðgerðir og sitthvað fleira. En við vorum
þetta eru 1570 milljónir. Við vorum að nota 1786 milljónir. Það skilur okkur eftir í neikvæðri rekstrarafkomu upp á 216 milljónir. Þegar maður horfir á 1800 milljónir, sem svona þessi hefðbundni rekstur umfram þessa 10 milljarða sem við erum með í föstum fjárlögum, þá spyr maður sig hvort að barnið sé vaxið úr skónum. En af því að Willum svolítið fyrir að tengja málefni sín við íþróttir og fótbolta, þá get ég kannski sagt að þetta sé svipað að spila fótbolta og reyna að spila góðan fótboltaleik í allt og litlum skóm. En við horfum til þess að geta með einhverjum hætti aukið þennan mismun á þessum föstu fjárlögum á móti þeim rekstri sem að við höfum verið að sjá vaxa á undanförnum árum. En færum okkur þá yfir í tekjurnar og það nú einu sinni svo að það eru jákvæð teikn á lofti þar. Tekjurnar að aukast og þá sérstaklega ef við horfum til sérteknanna. Og til að setja það kannski í örlítið samhengi hvernig standi á því að aukningin svona mikil, þá það þannig að það eru 260.000 ferðamenn ásamt 100.000 áhafnarmeðlimum sem leggjast hér að bryggju við Akureyri. Þetta að gerast á tímanum júní, júlí, ágúst. Þetta 18-faldur íbúafjöldi Akureyrar. Auðvitað þetta gott að geta gripið í þessa tekjur, en þetta vissulega á sama tíma miklar áskoranir. Við erum að koma fólkinu okkar í frí yfir þennan orlofstíma. Þannig að það að mörgu að hyggja þegar þetta. Þetta fyrir utan alla aðra ferðamenn sem koma hér á eigin vegum eða í skipulögðum hópaferðum. Þannig að þið getið rétt ímyndað ykkur hvað mikill vöxtur af fólki á þeim tíma sem að við erum kannski með mikið af okkar fólki í sumarfrí. Við sjáum að þessi vöxtur mun halda áfram, við munum fá ferðamenn og við munum vera áfram með þessar áskoranir að fanga þessi verkefni. Ef við færum okkur yfir í gjaldaliðina, þá eru þar, eins og þið sjáið, gríðarleg aukning í launakostnaði, örlítil aukning í öðrum rekstrarkostnaði, en launakostnaður það má rekja hækkunina að langstærstu hluta til veikinda. 10% stöðugilda voru í veikindum. Þetta eru og yfir 100 einstaklingar á hverjum einasta degi. Áætlaður kostnaður beinn vegna veikinda 1.100 milljónir. Eðlileg veikindi eru álitin 6 til 6,5%, þannig að umfram kostnaður vegna veikinda 4 til 500 milljónir. Þetta heggur þungt í pingjuna og þetta verkefni sem að þarf að kljást við. Þetta kemur á hinn hefðbundnu mönnunar vanda sem að hefur tilheyrt heilbrigðiskerfinu í gegnum tíðina, en að fá þetta til viðbótar gerir áskorunina margfalt erfiðari. Annar rekstrarkostnaður, hann hækkar og þar hækkar sérstaklega aðkeypt sérfræðiaðstoð og meðal annars ein afleiðan af veikindum. En jafnframt hefur verið vöxtur í okkar starfsemi. Það áskoranir sem að við stöndum frammi fyrir, bæði
að varða launin að ná þessum kostnaði niður. Hann verður áfram með þessum hætti. Nú, ef við færum okkur yfir í efnahaginn, þá hann hefðbundinn. Einnig lækka hér örlítið. Skuldir eru áþekkar og þær hafa verið. Eigið fé að lækka og helgast af því að við erum með neikvæða rekstrarafkomu. Og að lokum langar mig að fara aðeins yfir þessi 5 ár sem eru tekin hér saman. Þá sjáum við að þróunin með þeim hætti að tekjur okkar, sértekjur að vaxa fyrir utan 1 ár, 2020. Það hið hefðbundna skilgreinda COVID-ár. Gjöld hækka samhliða þessu og framlag ríkisins að sama skapi, en við erum nánast undantekningarlaust að glíma alltaf við viðvarandi hallarekstur ár eftir ár. Það sem kannski forvitnilegast í þessu það að horfa til orlofsskuldbindingarinnar. Því árið 2019 fyrir COVID eru þær 20 milljónir, en fjúka upp árin þar á eftir og orðin gríðarlega há 2023. En eins og ég sagði áðan, þetta eru verkefnin, þetta eru áskoranirnar. Og því má segja að árið 2023 hafi verið ár áskorana, en engu að síður þá starfsemin öflug og tækifæri til staðar. Jafnvel þó skórnir séu ívið og þröngir og litlir. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þakka ykkur fyrir, en ástreikningur liggur fyrir, og ef þið viljið kynna ykkur hann, þá getið þið gert á, ef það eitthvað þá getið þið verið og haft samband. Takk fyrir. Bestu þakkir fyrir þetta, Bjartur. Ég ætla að fá að bæta við. Það eru aðgengilegar á heimasíðu SAK tölulegar upplýsingar úr starfseminni, og ársskýrslan þar birt fyrir þá sem hafa áhuga. En við höldum áfram baráttunni peningana, en höfum samt að leiðarljósi að halda áfram að veita framúrskarandi þjónustu á upptökusvæðinu okkar og vera besti vinnustaðurinn á landinu. Og talandi besta vinnustaðinn, mikið átak hefur verið á SAK til að draga starfsfólk til að vinna öll þau mikilvægu störf sem þarf til að heilbrigðiskerfið geti gengið upp. Deildarstjóri mannauðsdeildar ætlar að kynna fyrir okkur átakið Komdu í lið með okkur og hverju það hefur skilað. Yfir til þín, Kristjana Kristjánsdóttir, reynum endilega að fá fleiri í okkar lið. Ágæti fundarstjóri, kæra samstarfsfólk og aðrir gestir. Ég heiti Kristjana og ég deildarstjóri á mannauðsdeild hér á sjúkrahúsinu. Já. Líkt og hjá öðrum heilbrigðisstofnunum hefur mönnun verið mikil áskorun fyrir sjúkrahúsið á Akureyri. Síðasta haust var ákveðið fyrir herferðina Komdu í lið með okkur, sem miðaði að því að kynna SAK sem eftirsóknarverðan vinnustað og gefa innsýn í fjölbreytt störf hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra hér á sjúkrahúsinu. Gerðar voru breytingar á auglýsingum, en ákveðið var að tengja allar auglýsingar á SAK við mannauðinn, stytta texta auglýsingarna, skreyta með myndrænum hætti og nota samfélagsmiðla meira en áður hefur verið gert. Þar sem undirmönnun var áberandi mest meðal hjúkrunarfræðinga var ákveðið að útbúa kynningabindbönd sem fanga hversu fjölbreytt störf okkar öflugu hjúkrunarfræðingar eru að sinna hér innan SAK og leið sýna hversu áhugaverður vinnustaðurinn okkar er. Þá var einnig sett auki púður í kynningar til nemenda bæði á háskóla og framhaldsskólastigi. Störfin á SAK eru afar fjölbreytt og við búum yfir dýrmætum mannauði sem býr yfir mikilli fagþekkingu og með hjarta á réttum stað. Okkur fannst mikilvægt að fanga vinnustaðmenninguna á hverri einingu og koma því á framfæri
Hvað gerir Sjúkrahúsið á Akureyri að framsæknum og eftirsóknarverðu vinnustað? Það má segja að herferðin Komdu í lið með okkur hafi hitt í mark. Umsóknum hefur fjölgað og hafa ríflega 20 hjúkrunarfræðingar bæst í hópinn okkar frá upphafi átaksins. Það er ljóst að margir hefðu áhuga að vinna með okkur á SAK í sumar og staðan fyrir sumar er því nokkuð betri nú en í fyrra. Samhliða átakinu höfum við einnig hugað að auknum stuðningi við stjórnendur og starfsfólk. Álag og undirmenn hefur verið talsverð, eins og hefur komið fram hér áður, á síðustu árum og hefur veikindatíðnin aukist samhliða því. Það er því til mikils að vinna og eru stolt af því að geta boðið upp á stuðning við starfsfólk og stjórnendur. Til að mynda með tilkomu velferðartorgs, þar sem bæði starfsfólk og stjórnendur geta fengið 3 tíma sér að kostnaðarlausu og hafa að velja yfir 20 mismunandi leiðir að stuðningi. Þá njótum við einnig stuðnings frá stuðningsteymi SAK og mannusteymi. Það er okkur mikið í mun að ná jafnvægi í mönnun og auka vellíðan starfsfólks og stjórnenda. Við erum að sjá vísbendingar að við séum að ná árangri, til að mynda með lækkandi veikindatíðni. Eins hefur umsóknum störf og SAK fjölgað töluvert, eins og hefur komið fram hér á undan, sem er góð tilfinning því það er til mikils að vinna. Hér má sjá nokkur af þeim myndböndum sem við gerðum, en þau eru öll aðgengileg inn á YouTube-rás Sjúkrahússins og ég hvet ykkur endilega til þess að kynna ykkur þau. Eins erum við að birta þessi myndbönd inn á Facebook síðanum okkar af og til. Og mér langar líka til að láta tækifærið og þakka öllu starfsfólki sem tók þátt í þessari vinnu með okkur. En við á SAK erum öflug saman og ég er ótrúlega þakklát fyrir þessa frábæru samvinnu. Við nýtt starfsfólk langar mig að segja takk fyrir að velja Sjúkrahúsið á Akureyri og velkomin í okkar öfluga lið á SAK. Takk fyrir mig. Takk fyrir Kristína. Mjög svo góð vinna sem þarna hefur átt sér stað og mikilvægt að hlúa vel að þessu starfsfólki sem er í og bætist við í okkar lið. Allt okkar starfsfólk eru hetjur og standa hérna vaktina öllum tímum sólarhringsins allt árið kring. Sumir starfsmenn blómstra sérstaklega og í ár hefur verið tekin svo nýjung eða svona nýtt form, getum við sagt, að verðlauna þá sem staðið sig hafa sérstaklega vel á ákveðnum sviðum. Ég ætla að biðja Erlu Björnsdóttur, framkvæmdastjóra Mannauðs, að segja eitthvað betur frá útfærslunni á þessu og koma hingað og veita hvatningarverðlaun árið 2024. Gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri og mitt kæra samstarfsfólk og aðrir gestir. Það er komið að hvatningarverðlaununum og í ár fóru þau fram með annars konar sniði en hefur verið, en núna erum við í rauninni, létum við það í hendur starfsfólksins að kjósa og tilnefna til hvatningarverðlauna. En markmiðið með hvatningarverðlaunum er að draga fram það öfluga starfsfólk sem hér starfar og beina athyglina því sem starfsfólk leggur á sig til að tryggja góða þjónustu við sjúklinga og gera góðan vinnustað enn betri. Hvatningarverðlaunin eru veitt í 5 flokkum sem allir taka mið af gildum SAK. Flokkarnir eru öryggi, samvinna, framsækni, fagmennska og vinnustaðurinn okkar. Mér langar til að biðja ykkur sem hreppi hvatningarverðlaunin að koma upp þegar ég les nafn ykkar og mér langar að biðja ykkur að bíða hér uppi, þannig að við getum kannski tekið eina mynd í lokin. Hvatningarverðlaun í þessum flokki, öryggi, fer til starfsfólk sem er framúrskarandi í öryggismálum og gæðastarfi. Hér er til dæmis horft til frumkvæðis í að stuðla umbótum og ferlum og verklagi sem auka öryggi sjúklinga og ýta undir batameða umhverfi. Sá eða sú sem hlýtur hvatningarverðlaun fyrir flokkin öryggi er í þessu tilfelli 2 starfsmenn sem voru hnífjafnir og við gátum eiginlega ekki skorið úr á milli, eða gert upp á milli, þannig að við verðlaunum 2. Og það eru Rut Guðbrandsdóttir, sýkingavarnarstjóri.
Ég ætla að fá að lesa fyrir Rut það sem kom fram í tilnefningunum. Rut hefur unnið ötul starf í þágu sýkingavarna. Hún er alltaf tiltæk ef eitthvað kemur inn og vinnur hratt og örugglega úr vandamálum. Hún sinnir starfi sínu af einstökum áhuga og fagmennsku og hefur ávallt öryggi sjúklinga og starfsmanna að leiðarljósi. Rut er ávallt tilbúin til að leita lausna og veita ráðgjöf þegar upp koma sýkingar og viðhafa þarf sérstakar varúðar ráðstafanir. Hún er og hefur verið stofnuninni ómetanleg síðastliðin ár, meðal annars í heimsfaraldri og núna þegar kom upp sýkingar á borð við mislinga og kíghósta. Hvort sem kemur að önnun sjúklinga, miðlun þekkingar eða ef grípa þarf til varúðar ráðstafana er varðar starfsfólk. Mér langar bara að klappa aftur. Nú, þá er komið að hinni sem var þér hnífjöfn og það er Birgitta Níelsdóttir, ljósmóðir. En Birgitta, hún er alveg ótrúlega dugleg í vinnslu gæðaskjala og vel vakandi fyrir því að uppfæra og hafa allt rétt og up to date. Birgitta hefur unnið að gæðamálum fæðingardeildar til margra ára og með því tryggt öryggi okkar skjólstæðinga. Hún er nákvæm, vinnusöm og vinnur mjög vel þar sem hún tekur sig fyrir hendur. Gæðahandbók fæðingardeildar hefur vaxið á síðustu árum og er það meðal annars vegna þess að þú hefur metnað fyrir þínu og þessu gæðastarfi. Næsti flokkur er samvinna. Í þessum flokki er veitt viðurkenning til starfsfólks sem sýnir framúrskarandi árangur í teymisvinnu. Sérstaklega er horft til framkomu, skipulags og upplýsingagjafar. Sá eða sú sem hlýtur hvatningaverðlaun fyrir flokkinn samvinna er Stefán Helgi Garðarsson. Hann er teymistjóri tæknideildar. En Stefán, hann er ótrúlega öflugur fagmaður sem einstaklega gott er að vinna með. Hann hefur góða yfirsýn, hann er góður leiðtogi og leiðir teymið sitt frábærlega. Stefán er kallaður hvalreki, áhugavert, fyrir sjúkrahúsið og starfsmenn þess. Hann hefur stýrt og verið aðaldrifkraftur í stórum verkefnum fyrir sjúkrahúsið og má þar nefna apótekið eða lyfjaþjónustuna og tengiganginn þar sem við sitjum nú. Sem nú fer að klárast en við sitjum hér nú. Hann er ótrúlega fjölhæfur, klár, skilningsríkur, umburðarlyndur og umfram allt góður yfirmaður. Stefán er sannarlega maður sem á viðurkenningu skili fyrir velunnin störf. Virkilega gott að vinna með Stefáni. Samvinna Stefáns er framúrskarandi og það er alltaf hægt að treysta á aðstoð frá honum. Hann er góð manneskja. Svo kemur að bestu setningunni, hann er ekkert eðlilega huggulegur maður. Næsti flokkur er framsækni. Hvatningaverðlaun fyrir framþróun er veitt starfsfólki sem hafa stuðlað að framþróun eða framsækni sjúkrahússins. Þetta getur meðal annars náð til þess að innleiða nýja þekkingu, stuðla að nýrri eða breyttri notkun á tækni eða ýta undir rannsóknir sem eru til þess fallnar að bæta meðferð og þjónustu við sjúklinga. Sá eða sú sem hlýtur hvatningaverðlaun fyrir flokkinn framsækni eða framþróun er Barbara Arna Hjálmarsdóttir, heilbrigðisgatnafræðingur. En Barbara hefur sýnt framúrskarandi árangur í teymisvinnu, skipulagi og upplýsingagjöf varðandi innleiðingu á DRG, þjónustu tengdri fjármögnun. Hún ástundar fagleg vinnubrögð og er klettur heilbrigðisgatnafræðinga. Barbara stendur sig frábærlega í innleiðingu DRG. Hún er einnig afar drífandi og styðjandi innan stétt heilbrigðisgatnafræðinga.
Hún sýnir mikla fagmennsku við öll störf. Að mínu mati afar erfitt að setja Barböru í einhvern flokk hér að framan. Hennar framlag til framþróunar á DRG og eljan við að gera það kerfi betra og upplýsa ástæður þess að það kerfi þarf að virka stendur þó líklega upp úr og algjörlega ómetanlegt. Það fer fram mikil teymisvinna og skipulagshæfni sem Barböru einkar tamt. Þess fyrir utan hún frábær vinnufélagi og gerir vinnudaginn sannarlega betri. Barbara ein af þeim sem hefur verið að vinna innleiðingu DRG, það komið fram, og staðið sig mjög vel í því. Hún hefur komið að þeirri fræðslu og komið henni vel til skila til hóp heilbrigðisfræðinga. Hún hefur einstaklega góða nærveru og framkomu og það einstaklega gott að vinna með henni. Barbara dugleg, klár og þykir verulega vænt starfi sem hún að vinna. Hún hafsjór af fróðleik. Hún drífandi og gerir allt miklu meira en 100%. Hún kynnir sér hlutin í frumyndir og það virkilega gott að leita til hennar með ýmis mál. Hún góður hlustandi og virðir allar skoðanir. Hún líka ákveðin á góðan hátt og hún óhrædd við að segja sína skoðanir án þess að vera með hroka sem mikill kostur. Hún leitar lausna til að gera starfi okkar heilbrigðisgagnafræðinga auðveldara og skilvirkara. Hún virkilega flottur starfskraftur sem gott að leita til og SAG lánsamt að hafa þennan gullmála. Allir vinnustaðir ættu að hafa eina Barböru. Næsti flokkur flokkurinn fagmennska. En með hvatningarverðlaunum fyrir fagmennsku meðal annars horft til starfsfólk sem leggur sig fram faglega vinnubrögð, hvort sem í klínísku starfi eða öðrum störfum innan sjúkrahússins. Sá eða sú sem hlýtur hvatningarverðlaun fyrir flokkin fagmennsku Barbara Arna Hjálmarsdóttir. En það hefði margir margt því að segja, en ég ætla bara að halda áfram að lesa. Barbara fagmennska fram í fingurgóma. Hún klár, gott að vinna með, útsjónasöm og fagleg. Hún tekst vel á við áskoranir sem starfi býður upp á og leiðir fjölda starfsmanna áfram til að finna úrlausnir á krefjandi verkefnum. Hún finnur alltaf farsæla lausn og gerir það hratt og örugglega. Hún hefur mikið metnað fyrir sinni stétt og það rosalega gott að vinna með henni. Hún í stýrihópi og innleiðingarhópi DRG ásamt fleirum og hún stendur sig framúrskarandi vel. Jæja. Næsti flokkur vinnustaðurinn okkar. Við þekkjum það líka öll að andspænis öllu daglegu árstíðabundnu og óvæntum áskorunum ómetanlegt að eiga góða vinnufélaga. Þessi hvatningarverðlaun fara til starfsfólk sem gerir vinnudaginn betri, eflir vinnustaðamenninguna og hjálpar til við að halda öllu gangandi þegar á móti blæs. Sá eða sú sem hlýtur hvatningarverðlaun fyrir flokkinn vinnustaðurinn okkar Karl Ólafur Hinriksson. En Kalli, eins og ég kalla hann, einstakur fagmaður, hann jákvæður, það afskaplega gott að leita til hans, liðlegur, spyr spurninga ef eitthvað óljóst og hann hefur gleðina alltaf í fyrirrúmi. Hann sannarlega eflir vinnustaðamenninguna. Kalli hefur lagt sig fram við að vinna allar verkbeiðnir sem hafa farið á borð til hans fljótt og örugglega. Hans vegna hafa ýmis verkefni sem hafa lengi setið á hakanum verið kláruð eftir að hann tók við. Ekki? Takk fyrir þetta. Þetta var skemmtilegt og ég óska þessum frábæra einstaklingum innilega til hamingju með verðlaunin og vona að þetta verði innblástur fyrir alla hina starfsmennina að halda áfram sínu góða starfi með okkur. Nú, þó mannauðurinn sé okkar mikilvægasta auðlind, þá það svo að við getum lítið gert í nútíma flókinni heilbrigðisþjónustu nema að hafa öflug tæki og tól.
og geta fylgt þróun nútímans. Endurnýjunarþörf á tækjum og búnaði er gríðarleg og langt umfram það sem fjárheimildir gera ráð fyrir. Þetta er umhugsunarefni og kemur til með að skapa okkur mikinn uppsafnaðan vanda til framtíðar og gera starfsfólki erfiðara fyrir en ella að sinna þjónustuþegum sínum vel. Við erum þó svo einstaklega heppin að hér er félagsskapur stofnaður af hugsjón og hetjum sem hafa unnið óeigingjarnt og öflugt starf til að styðja við sjúkrahúsin hinum ýmsu tækjum og tólum með hjálp framlaga bæði einkaaðila og fyrirtækja. Án frekari málalenginga býð ég höfðingjann Jóhannes Bjarnason, formann Hollvina SAK í Pontu, en hann þjálfaði mann í flesta Akureyringa í handbolta nokkur ára skeið og myndi eflaust skilja hvað gengur á ef ég þarf að draga upp kortin. Kæru gestir, Jói Bjarna. Ég skrifaði ræðuna mína á grænan pappír til að gleðja Willum. Svo bara er hann ekkert þarna. Já, þetta var bara að koma á. Nei. Já, fundarstjóri, góði fundargestir, Hollvinasamtökin héldu upp á 10 ára afmæli sitt á þessu starfsári. Í því tilefni var ráðist að kaupa svokallari hryggsjá eða brainlab sem notuð eru flóknar hryggskurðaðgerðir. Tækið kostaði það bil 50 milljónir, tæpar þó, og gerir fólki kleift að fara í aðgerðir hér á Akureyri og sleppa við að fara til annarra landa til að fá þá þjónustu. Hollvinasamtökin tóku einnig þátt í að kaupa nýja speiklunarsamstæður sem eru nýkomnar í hús og borguðu Hollvina það bil 30 milljónir í þeim tækjum. Einnig keyptu samtökin Ómsjá fyrir fæðingardeild og hágjörgæslurúm sem kostuðu samtals 17 milljónir króna. Einnig var keypt fjölmörg minni lækningatæki á hinar ýmsu deildir sjúkrahússins. Erum við afar þakklát þeim fjölmörgu sem styrkt hafa samtökin á árinu, bæði fyrirtækjum og einstaklingum, ekki síst Hollvinum sem eru 3000 talsins í dag. Það er ljóst að margir hugsa hlýlega til sjúkrahússins. Nú eru spennandi tíma framundan, framkvæmdir við nýja legudeildir hefjast brátt og eru Hollvinir boðnir og búnir til þess að aðstoða við tækjakaup í nýju álmunnar. En vonandi verða deildirnar vel útbúnar tækjum og hæfilegt fjármagn fylgi til reksturs. Sjúkrahús á Akureyri er mikilvægasta stofnun kjördæmisins og sinnir sjúklingum frá mjög víðfeðmu svæði. Afar mikilvægt er að stofnunin sé tryggt nægilegt rekstrarfjármagn svo hægt sé að veita þjónustu á sem flestum sviðum. Nokkuð hefur skort upp á framlög ríkisins og hætta á að skera þurfi niður í rekstri sem veldur lakari þjónustu. Það er afar bagalegt. Framlag ríkisins til tækjakaupa er ríflega 200 milljónir á ári og hefur svo verið í nokkur ár. Það segir sig sjálft að á verðbólgutímum þá gengur það ekki upp. Hollvinasamtökin keyptu tæki á árunum 23 til 24 fyrir 90 milljónir króna. Vil ég endurtaka í lokin innilega þakkir til styrktaraðila, hvort heldur sem eru fyrirtæki eða einstaklingar. Takk fyrir. Bestu þakkir Jóhannes Bjarnason fyrir ykkar framlag. Ég ætla að biðja Hildi Guðna að koma aðeins og segja nokkur orð, smá uppbrot á dagskráni. Takk fyrir það, fundarstjóri. Við erum svo sveigjanleg hér. Þið hafa kannski séð mig hlaupa hérna fram og tilbaka og það er vegna þess að ég er í stöðum samskiptum við ráðherra. Hann biður fyrir kæri kveðju. Því miður þá voru þau öll sett út í vél en send inn öfug aftur og ekki er flogið hingað norður. Þannig að hann er náttúrulega hundfúll svo ég leyfi mér bara að nota hans orð og hérna enn að fylgjast með samt greinilega og segist alltaf að mæta með skóhorni hérna á næst þegar hann kemur. En það er eiginlega þannig að hérna hér á eftir sem að Helgi fyrir hann segir betur eftir verður rætt hérna þessa hönnunina og útboð því og niðurstöðuna. Formleg undirritun getur því miður ekki farið fram í dag en við ætlum samt sem áður að fá að heyra hvað í þessu felst og framkvæmdastjóri NLSH ætlar að segja okkur frá því. En við stefnum hins vegar að því að gera það bara mjög fljótlega og við erum bara eftir að festa niður dagsetninguna en ég myndi ætla að það verði innan, já best að segja ekki neitt, það verður alveg klárlega innan 2 vikna, ef ekki fyrr.
Þannig að ég bið honum bara, bið bara fyrir kæra kveðju frá heilbrigðisráðherra og eins og ég segi, hún þykir þetta mjög miður en veit það að við munum eiga hér góðan dag þrátt fyrir allt. Vilt þú segja eitthvað? Þú getur svo sem klára að kynna þetta atriði bara. Já, það ekki? Ég er eiginlega búin. Gunnar, ég bara stíg hérna í hlutverk fundarstjóra og býð þig hjartanlega velkomin. En viltu ekki hafa myndina uppi? Jú, Katrín. Katrín græjar það. Takk fyrir. Willum, heilbrigðisráðherra, ég hef með skrifað ræðu, grænum pappír og takk fyrir að við Guðir að gera okkur þetta. Þetta er svo gaman að því sko þegar eitthvað svona gerist. Þetta er ógleymanlegt. Fundarstjóri, Hildi Gunnur Svavarsdóttir forstjóri, systir mín. Við erum bæði Svavarsbörn, hljótum að vera systkin. Gaman að vera með ykkur. Ég á svona ýmsar tengingar og minningar auðvitað hingað. Ég verð að segja frá því, ég hef sagt frá því áður að ég í fyrsta skipti sá hérna í búð á Glerárgötu litasjónvarp. Það var fréttatími á fullt af fólki, ég held að vera bara hálfur bærinn stóð þarna á Glerárgötunni. Það var einhver búð hérna út með að og horfði á litasjónvarp í gegnum gluggann sko. Það var fréttatími þá klukkan 8 og þetta var ekki fimmtudagur. Og ógleymanleg minning, fyrsta skipti litasjónvarp. Og svo fór ég með frænda mínum heitnum Hafþóri Gunnarsyni oft niður á Niðursuðubryggju að veiða. Og svo fórum við yfir, ef ekkert veittist, þá fórum við á Togarabryggjuna. Og þá man ég eftir því að ég er svolítið óhefðbundinn sko, þannig að ég segi svona bara sögur. Að það var svona hálfur bærinn líka og aðalega kallar sem voru að vafra á bryggjunni og voru að fylgjast með okkur veiða. Og ég hugsaði að þetta hafi verið þess tíma sjómenn sem voru komnir í land en þurftu svona aðeins að taka stöðuna og að kanna það hvað togari var nú inni og svona. Og svo þegar tók í þá öskruðir á mann. Taktu á drengur, hann er á hjá þér. Dragðu í land, hvaða beit sem notar þau? Og þetta voru náttúrulega stærstu fiskarnir sem að maður kom með. En ágætu starfsmenn, SAK og aðrir gestir, að hér átti að vera náttúrulega undirskrift, en þrátt fyrir það að sé ekki undirskrift, þá erum við að fagna því hvert við erum komin. Og ég veit að þetta er svolítið sérstakt fyrir ykkur að þetta er eitthvað sem heitir Nýr Landspítali OHF og slíkt. Nú kann hugsanlega að þessu nafni að verða breytt eftir að SAK kom inn í þessa fjölskyldu og við hættum eingöngu að vera með Landspítalanum. En við erum svona hefðbundið sjúkrahúsbyggingarfélag, hvort sem að félagið muni heita sjúkrahúsbyggingar eða heilbrigðisbyggingar eða bara eitthvað annað, boðin eða gerpir eða gerpla eða hvað sem er. Og þess vegna var það svolítið sérstakt samtali sem að Hildi Gunnur átti við mig fyrst að atbeinan heilbrigðisráðuneytisins þegar að það var svona verið að forma þetta og hún vissi þá ekkert hún að væri systir mín sko að já, ok. En síðan hefur þetta samstarf okkar verið bara með ágætum og við reynum alla jafna að beita það sem að heitir notendastudd hönnun að draga starfsfólk spítalans eða þá sjúkrahússins inn í verkefnin og þetta er tímafrekara en leið þá er þetta meira upplýsandi fyrir fólkið þannig að það fyrir að vinna í byggingunum þá veita betur hvað er að fara að gerast. Þannig að það eru auðvitað kostur. Við settum að staða mjög stífa tímaáætlun og náðum að halda henni og ykkur að segja í fullum trúnaði þennan hóp, þið farið ekki með það lengra, að 24. maí klukkan 2 var endapunkturinn og það eru nú hönnuðirnir í hópnum sem að unnu og þeir og eins og önnur teymi sem fóru í gegnum forvalið, það voru 6 teymi sem sóttu þetta eru svona það sem kallað hönnunateymi, arkitektarstofur og verkfræðistofur sem mynda teymin. Það voru 6 teymi sem sóttu í forvalinu síðasta haust, 5 sem komust áfram og þau eru alltaf að biðja meiri frest. Þetta er svona gegnum gangandi svolítið á Íslandi og líka út í heimi.
bæði í hönnunarstörfum og verklegum framkvæmdum. Ég sé að einn hönnuðurinn hérna hlær en hann þekkir þetta. Og það er alltaf verið að biðja frest. Það var ekki í raun og veru fyrir en að það fréttist að ráðherra ætti að skrifa undir hér 24. maí klukkan 2 að það hafði allir skilning á þessu. Já, við klárum þetta. Og síðan var þetta klárað og útboðið fór út og það var skipun matsnefnd og það voru 5 aðilar í matsnefndinni og Kristján Þór Júlíusson, skipstjóri og fyrirverandi margt annað var formaður og einhver sagði hann hefur nú ekkert vita á þessu og þá var sagt að hann var nú einu sinni heilbrigðisráðherra í 4 ár og auðvitað Akureyringur því að við reyndum auðvitað að tengja þetta líka hér þessu upptökusvæði. Síðan skipaði bærinn, Akureyrarbær bæjarstjóran Ásthildi Sturludóttur og hún kom sem fulltrúi bæjarins og síðan kom frá SAG Hildigunnur, forstjóri og síðan fengum við Landspítalann til að skipa aðila og Landspítalinn skipaði fyrirverandi framkvæmdastjóra og starfsmann og aðila sem hefur verið í verkefnum, byggingaverkefnum fyrir sunnan, Lilju Stefánsdóttur og hún nú ættuð héðan, hún nú Brekkusníill það ekki, jú, og þekkir hér allar götur með nafni. Og síðan 5. aðilinn, hann kom frá nýjum Landspítala, það var Helgi Davíð Ingason sem vinnur hér í hönnunarmálum. Og þetta var matsnefndin og það var ákveðið matslíkan sem byggir á aðferðafræði fransk starffræðings, aldagömul aðferð og 6 matsflokkar og einkunnir og annað. Og það oft talað gæði og verð og í þessu tilfelli þá voru gæðin 60% og verðið var 40%, sem þýddi það að ekkert endilega lægsta hönnunar upphæðin myndi vinna. Og síðan kom niðurstaða og þetta teymi sem að samanstendur af verkfræðistofunni og TBL hópnum sem eru batterið arkitektastofa og TARK arkitektastofa og John Cooper Architecture sem það var landslag í TBL-inu, má nú ekki gleyma því, og svo það John Cooper Architecture sem í raun og veru 3. aðilinn, það Verkís TBL og Josi Architecture. Og þau unnu þetta, voru líka með hæstu einkunna, þannig að það má segja að þessi tillaga sem hér sýnd að þetta besta tillagan, hún ekki alveg fullkomin, þau vita það, við vitum það og það þannig í svona tillögugerð að það síðan unnið úr og unnið með. Hér var félagi minn, fjármálastjórinn að gera grein fyrir rekstri spítalans á síðast ári og þessi framkvæmdakostnaður sem við erum með hér í þessu öllu, hann svona tæplega einsásvelta hér. Þannig þið sjáið það að þessi bygging stofnkostnaður á henni að einhver segir hún kannski afskrifa sig á 40 árum eða eitthvað slíkt, að þetta eru oft á tíðum þó þetta séu háar fjárhæðir, að þá þetta lágar fjárhæðir miðað við rekstrarkosta sjúkrahúsa almennt. En niðurstaðan var kynnt 8. maí eins og áætlað var. Það var stjórn NLSA tók strax ákvörðun það að vera ekki að breyta niðurstöðu matsnefndarinnar og við erum að keyra þetta samkvæmt lögum og opinber innkaup númer 120 frá 2016 sem þýðir það að við þurftum að tilkynna þetta út á Evrópu eins og kallað valið, þá kom kærufrestur, margir helgidagar núna í maí, alls konar frídagar á 50 dögum og svona og sem þýddi það að það var ekki fyrir á miðvikudaginn síðasta klukkan 9 sem að kærunefnd útboðsmála upplýsti okkur það að hefði engin kæra borist. Og við höfum svona verið að heyra af því jafnvel hér og þar út í bæ að það ætti jafnvel að kæra og þess vegna myndi ekki vera skrifað undir en sem betur fer að þá voru hinn 4 teymin sem að urðu neðar að þau kærðu ekki. Ég ger nú ekki ráð fyrir að vinningsteymið hefði kært, það nú verið mjög sérstakt. En vinningsteymið, svo ég segi frá því að það var ekki með lægstu tilboðsfjárhæðina, en samanlagt voru þau með hæstu einkunn og þess vegna var tilboðinu tekið á miðvikudaginn
og mikil hátíð. Hildigunni sagði við mig í símtali klukkan 10 og hún ætlaði að bjóða öllum starfsmönnum út á borð kvöldið. Ég vona hún hafi gert það, en þetta var bara opinbera og síðan hérna erum við hingað komin. Og út af því að ég kem nú aftur og segi hérna kannski ekki sömu sögurnar, en þá vil ég bara ítreka það að samstarfið við SAK hefur verið einstaklega gott og það þarf að vera gott í svona verkefni og það eru auðvitað hér nokkrir lykil starfsmenn hérna sem eru kannski mikilvægir en aðrir en samt sem áður þá þarf þetta að vera verkefni allra. Það þurfa allir að fylgjast að í þessu verkefni og þetta svona ákveðið, ég hef ekki að segja vandamálstundum í svona verkefnum að upplýsingastreymið ekki nógu gott innan þá sjúkrahússins eða spítalans og við þekkjum þetta fyrir sunnan að hérna það kannski einhver hópur sem heldur eitthvað annað heldur en að gerast og fer að tala það jafnvel út í bæ og jafnvel að skrifa einhverja greinar einhverja hluti sem að hérna viðkomandi aðilar hefðu kannski betur leitað sér upplýsingar Þannig að upplýsingarnar eiga að vera fyrir hendi hjá ykkur og síðan vonum við auðvitað það að bæði við og hönnuðirnir og síðan allir haldi tíma á allir nýjusu. En mig langar hérna í lokin út af því að Barbara fékk svo mörg verðlaun hérna áðan aðeins að fá líka 3 mínútur í að kalla hérna fólkið upp sem að kemur að þessu því að það hefði komið sko, það er svo gaman að þetta ársfundur. Barbara vísu ég ætla að segja ykkur bara stuttasögu að þetta hérna, hún heilög því að það kapella í Hafnarfirði sem út í Kapelluhrauni sem hérna kapellin hennar Barbaru og þið skulle einhvern tímann gera ykkur ferð það gengt hérna álverinu og þar líkneski af heilari Barbaru og mjög merkilegt þannig að ég skil vel að hún hafi fengið hérna 48 verðlaun eins og hún fékk en hérna og ekki læknir hérna líka gott því að ég hef sagt svona í þessu klíniska að hérna ég myndi ekki vilja vera læknirinn með ákveðnum greini nema í þau skipti að ég sé alltaf lækna hérna þeir hafa svona undan þá og svona fundum að geta farið í burt og taka svona síman og labba Svo á íþróttahúsi þá læknir í húsinu læknir. Já, ég er verkfræðingur, aldrei spurt verkfræðingur í húsi eða ef maður í flugvél læknir í flugvélni og hérna, það var kannski verra að segja flugvélaverkfræðingur í flugvélni það kannski ástæðan fyrir því að vélin kom ekki núna en hérna ég ætla ekki að kalla matsnefndina hún ekki hér öll á staðnum en mér langar bara að sýna ykkur hérna fólkið, fyrst fólkið okkar og það frá NLSH, það eru Signý Stefánsdóttir sem aðalverkefnastjóri og síðan Jakob Valgir, þið með bara koma hérna og síðan Gunnar Líndal líka sem hérna. Þetta svona fólkið sem að þið að hamast í, þetta verkkaupa fólkið og þessi hérna 2 hafa farið í gegnum þetta áður og síðan langar mig til að fá teimið, veit ekki nema verkísfulltrúin hafa alltaf komið vélina áðan, hann kominn? Nei, hann kom ekki, nei. Og þá ertu, já, gaman að því, ég þekki þið ekki, en hérna, heyrðu þetta minnir mig á, ég hringdi, ég get sagt ykkur eitt í trúnaði líka, ég sonur Svavar Skess, fyrirverandi hljóðfæraleikara og útvarpsmanns og ég hringdi einu sinni í gamlan mann og þurfti að tala við hann og það var út af málefnum pappa og hann sagði svona í síma þegar ég var búinn að kynna mig og þá sagði hann, já, hvað heitir bróðir þinn? Og ég segi, bróðir minn, já, segðu mig hvað bróðir þinn heitir og svo þegar ég hitt hann þá sagði hann, ég hélt þú værir að ljúga, sko. Hvað heitir framkvæmdastjóri Verkís? Heyrðu, en svo fáum við frá TPL, það batterið og tark og landslag og síðan Hrafnhildur, Jósi arkitektúr og eru þið nokkuð fleiri? Þetta fólki sem ætlaði að skrifa undir og
Já, hérna, jú, þau komu svona mörg, þið sjáið það. Það var að koma ykkur í bæinn í kvöld. Nei, en ég ætla að segja ykkur aðeins, sko, fyrir utan þessi þrjú, þau vita alveg hvert til síns friðar heyrir, en þetta hér teymi, að þau, við höfum verið í samstarfi við þau hérna unnu líka sem sagt, matið eða samningin stækkurinn á húsi heilbrigðisvísindasviðs sem eru 10.000 fermetrar sem svipað eins og þetta. Þannig að við erum búin að vera í samstarfi við þau í að verða 3 ár og það er svo skemmtileg tilviljun sem er tilviljun að bæði núna erum við búin að bjóða út uppsteypuna og utanhúsfráganginn og þakið á húsi heilbrigðisvísindasviðs sem eru við hliðina á Læknagarði og einhverjir hér sem hafa væntanlega verið í Læknagarði í námi á sínum tíma og síðan eru þau að skila fullnaðar hönnun á þessari nýbyggingu. Þannig að það er eiginlega svona nærri því eins og þetta hafi verið samsæri að þau eru bara að taka við nýju verkefni þegar þau eru að skila hinu en við erum semst að stýra því verkefni fyrir Háskóla Íslands og inn í þetta hús þarna fyrir sunnan við hliðina á Læknagarði fara næra allar deildir heilbrigðisvísindasviðs. En bara gott að sjá ykkur, gott er komið og þið þurfið að koma aftur. Það er vist búið að boða það. Já. Takk fyrir það og ég óska ykkur bara hérna góðar helgar, var ég ekki skemmtilegur? Var það? Gefið mig gott lag. Takk. Takk fyrir, þið megið setjast, það er engin verðlaun, Barbara tók þau öll. Takk fyrir fundarstjóri. Takk Gunnar, ég var svona að veltaði fyrir mig hvort ég ætti að fara að draga upp rauðaspjaldið, þetta var mjög hnitmiðað hjá þér sko, en hérna, þetta var bara svo skemmtilegt að ég ákvað að leyfa þessu að fljóta. Heyrðu, hefðin er sem sagt, það fyrir að líða lokum, þannig að nú er bara síðasti dagskrárliðurinn eftir og hefðin er svo að heiðra starfsfólk hefur hætt hérna á Sjúkrahúsinu á Akureyri og ákveðið að snúa sér að mikilvægasta hluta lífsins að njóta bestu áranna. Og það er sem sagt sérstök ánægja fyrir mig að kynna þetta dagskrárlið þar sem ein úr hópnum er nú móðir mín og vann með mér á skurðlækningadeildinni bæði fyrir og eftir sérnám og það var held ég afskaplega ánægjulegt og gefandi fyrir okkur bæði. En mér langar að biðja framkvæmdastjórana Huldu Ringstedt og Erlu Björnsdóttur að koma upp og færa þessum hópi þakklætisvott fyrir ómetanlegt starf fyrir stofnunina. Takk. Komið sæl. Gaman að vera með ykkur. Ég verð nú aðeins að fá að segja ykkur frá því að ég sem sagt er núna framkvæmdastjóri hjúkrunar en var áður yfir mannauðsmálunum og þá fékk ég sem sagt þetta hlutverk að afhenda þessi verðlaun eða þessa viðurkenningu. Og svo er ég búin að missa því síðustu ára því að Erla hefur náttúrulega haft boltann sko. Svo leyfðu mér að vera með núna. Þannig ég er agalega glöð og ánægð. En við erum sem sagt vön að, eins og Helgi sagði, að heiðra starfsmenn sem að hafa hætt störfum og eru sem sagt annaðhvort byrjaðir að taka út sinn lífeyri eða svona við það að hefja lífeyristöku og njóta þessa æviskeiðs. Við ætlum að vera hnitmiðaðar hér. Starfsmennin verða kallaðir upp í stafrófsröð. Ég sat nú hérna á bekknum með þeim áðan, ég var svona hvort ég átti að raða þeim fyrirfram en svo held ég að væri gaman svona að væri smá vesen að koma sér hérna upp og við ætlum að hafa það þannig að sem sagt fá upp hérna einn í stafrófsröð, afhenda blóm, þið bíðið svo bara hérna uppi hjá okkur og bíðið ykkur í salinu bara að klappa alveg í lokin. Þannig að fáum alla hérna upp og svo verður klappað. Þannig að við skulum bara byrja. Heyrðu, þá er það fyrst bjóða hérna upp Auði Helgu Hjaltadóttur sem vann á skrifstofu fjármála. Síðan er það Björg Brynjólfsdóttir. Og Bryndís Reynisdóttir. Gengur þetta ekki vel á bekknum? Svo er það hún Elísabet Gestsdóttir.
og Fanney Friðriksdóttir. Og Guðrún Bjarney Leifsdóttir. Síðan Hjördís Gunnarsdóttir, en hún gat ekki verið með okkur hér í dag. Og þá það María Þórðardóttir. Og Margrét Sigtryggsdóttir. Og Vinnbjörg Ásta Guðlaugsdóttir. Innilega til hamingju með áfangan allar. Þá dagskrá fundarins formlega lokið og ég þakka ykkur öllum fyrir komuna hingað til að hlusta á þessi erindi. Einnig þakka ég þeim sem voru með okkur í fjarfundi fyrir áheyrnina. Eins og venja verður boðið upp á veitingar núna að fundi loknum og þær hérna í eldhúskróknum fyrir framan. Pinnamatur, ostar, sætibitar, kaffi, te og gos. Og við bjóðum ykkur einnig að kíkja á nýja ganginn okkar, Hermissetrið opið og það hægt að fara og skoða hérna hvað þetta allt saman fínt. Ég þakka ykkur fyrir góðan áheyrn, munið að standa saman með jákvæðni og kærleika að leiðarljósi og lítum jákvætt á áskoranir sem verða að vegi okkar í lífi og starfi því þá verður svo miklu skemmtilegra að takast á við þær. Með þessum orðum segi ég ársfundi SAK árið 2024 slitið. Takk.